Hörður, nú bara byrjaðu að viðurkenna, ég hef ekkert það mikið vita á þessu en ég skil ekki hvernig gat þetta verið í raun leikur allan tíman með hvað mér fannst þetta að vera erfitt hjá Grindavík alltaf. En af hverju völduðu ekki bara yfir hann leik? Grindavík með hörku leikmenn, hörku lið og einstaklingar sem geta skorað úr mjög erfiðum skotum og búið til sér skot úr engu. Þannig að það var svolítið svoleiðis hjá þeim. Mest megnis af leiknum fannst mér. Þeir voru að taka erfið skot og hitta þeim. Og þeir þurftu náttúrulega að gera það, þeir get ekki sótt eins mikið inn í teiginn. Þannig að, en eins og ég segi, ég skildi ekki, þetta var leikur allan tímann bara og hvað vannmati ykkur eða hvað? Nei, alls ekki, þeir eru bara með hörku lið og ekkert að taka neitt af Grindavík. Þeir voru að gera vel bæði, sérstaklega sóknarlega, að speysa vel og ráðast á stórumennina okkar fyrir utan og fá opinn skot út frá flottum fléttum og einstaklingsframtaki. Hvað ertu ánægðastu með í byrjun ykkar Keflvíkinga? 2-0? Bara 2 sigrar. Ég meina við erum sem ég sagði í viðtalið náðan, við erum ekki að fara allt og hátt upp, við erum búin að vinna einhverja 2 útileiki til að byrja með. Þetta er langt mót og við erum bara salla rólegir og höldum okkur breytt. Og aldeilis hörku leikur, sá næsti. El Clásico eins og við kalla það, hvernig líst þér á það? Já, ég meina við erum búin að vera í hörku leikjum hérna, en bæði Tindastól úti og svo Grindavík úti, þannig að það er bara áfram halda þessu, það er fullt af góðum liðum í þessari deild, en það er náttúrulega skemmtilegast að spila kannski á móti Njarðvík, finnst mér, deildin allavega. Flokkar, takk fyrir. Takk.